Komið sæl og blessuð. Nú ég að leggja hérna fyrir loftmerkin og það komið að þér, kæri tvíburi. Þetta lestur sem að kemur inn á samband eða samskipti í þínu lífi. Það getur verið ástarsambönd, vinasambönd eða einhvers konar samskipti sem að svona skipta miklu máli hjá þér eða þú vilt spyrja eða skoða betur þig og aðra mannesku og við ætlum bara að byrja, tökum þessi grænuspil hérna fyrst og höldum síðan áfram koll af kolli. Já, þá skulum við bara halda af stað. Jæja, kæri tvíburi, þá eru fyrstu spilin komin á borðið. Það fyrsta sem ég sé hérna að þú hefur verið að gefa og þiggja og ef til vill hefur verið einhvers konar ójafnvægi þar á. Þú hefur kannski verið að gefa meira heldur en þú hefur fengið tilbaka. Flæðið hefur ekki verið alveg í jafnvægi og það getur verið varðandi eitthvað ákveðið samband eða ákveðin samskipti eða þetta getur verið bara svona vísbending hvernig þetta hefur verið hjá þér í fortíðinni. Núna verið að ráðleggja þér að skipta eins fókus og horfa á hlutina öðruvísi. Ef það einhver staða sem að alveg að sjúga úr þér alla orku, að prófa þá allavega tímabundið að snúa þér frá henni og hugsa meira þig sjálfan eða sjálfa, kæri tvíburi, og reyna að finna jafnvægi í þínu lífi og á þinni orku. Þú þarft greinilega á því að halda. Það einhver aðili hérna sem að þú hefur verið að deila orkunni þinni með, deila kærleikanum þínu með, einhver sem þér hefur og þykir mjög vænt en viðkomandi aðili hefur ef til vill dregið sig í hlé. Þetta getur líka verið þú, kæri tvíburi, því að það allavega verið að gefa það í skyn hérna að með þetta ójafna flæði sem að verið hefur, þá hefur myndast svona þreyta og ákveðin uppgjöf og það svolítið það sem ríkjandi í stöðunni þinni í dag. Það sem að spilin að tala í raun og veru að þú opnir þig þetta og ræðir hlutina með hinn aðilann í lífið þínu. Þetta gæti líka verið hinn aðilinn sem að koma til þín í þessum erindagerðum. Það virðist vera einhvers konar þörf á því að jafna hlutinu svolítið út og tala hvernig staðan og það að þér líði ekki nógu vel með þetta. Það þarf líka að vera ákveðið jafnvægi á milli vinnu og einkalífs hjá þér, kæri tvíburi. Það gæti líka átt við hinn aðilann. Og ef þið vilt þurfið þið bara í sameiningu að finna út úr því hvernig þið getið aukið þetta jafnvægi. Ok, við skulum aðeins halda áfram. Hérna kemur fortíðin svolítið sterk inn.
Kæri tvíburi, þú ert auðvitað að hugsa til fortíðar, hugsa tíma eða stöðu þar sem að ríkti mikill kærleikur og þar sem að þér leið vel. Það getur átt við þessa manneskju, þennan hinn aðila sem ég er að tala eða eitthvað sem er enn lengra aftur. Og vegna þess að þar hefur ríkt ákveðið andrúmsloft sem að þú myndir gjarnan vilja sækjast eftir aftur, þá hefur þú eða munt taka þá afstöðu að þú ætlir í raun og veru að reyna að finna þessa tilfinningu aftur. Þannig að kannski í þessu umrædda sambandi sem við erum að tala núna, kannski bara komin tími til að halda áfram, finna nýjar slóðir, gefa sjálfur þér meiri tíma og finna út hvers vegna þú ert ekki ánægður með stöðuna eins og hún er og hvers vegna þetta ójafnvægi er sem að ég talaði áðan. Það eru vísbendingar hérna sem að sýna að þú verður kannski að sýna sjálfur svolítið meiri þolinmæði. Það er bið í spilunum. Biðin sýnir annan aðilann bíða á meðan að hinn aðilinn er ekki inn í myndinni eða staddur í annarri orku. Ef til vill ert þetta þú sem lætur hinn aðilann bíða eftir þér. Kannski ertu bara að gefast svolítið upp á stöðunni. Þú ert að gefast upp á því að bíða og hefur ákveðið bara svona að taka málin svolítið í þínar hendur og breyta og halda áfram, það er að segja að taka skrefin í framtíðina. Hvað sem það er, þá ertu allavega að beina orkunniðinni dálítið mikið til fortíðar. Það er eins og þú sækir þér kraft þangað, sækir þér vonum betri líðan í fortíðina sem að gengur náttúrulega ekki alveg upp, heldur þarftu bara að skapa þér betri líðan í nútíðinni. Það er eiginlega tvenn skilaboð hérna í þessum spilum og þau eru líka þau að ef að hinn aðilinn er sá sem bíður og bíður þá væntanlega eftir athygli frá þér, þá mun sú bið taka enda og þið munu komast yfir núverandi ástand. Þið munu komast yfir þetta ójafnvægi sem ég talaði munu ná að ræða hlutina. Ég var að tala áðan hversu mikilvægt það væri að opna sig og tala það sem væri að. Því að það er ákveðin sigur hérna, fólkin í þessu spili. Þetta er líka ás sem táknar nýja byrjun og nýtt flæði sem kemur síðan að stað þessu nýja tilfinningalega flæði hér. Þannig að þessi staðar sem er í gangi núna, hún býður eiginlega upp á 2 möguleika. Enn og aftur, það er að ræða málin.
Nú eða að taka bara ákvörðun að halda hvort í sína áttina eða gefast upp ef að sambandið ekki alveg komið á laggirnar ennþá, að þá sýnist mér þú vera tilbúin til að bara halda áfram þína leið sem að mun kannski ekki endilega færa þér mikla ánægju eða gleði. Þannig að þú þarft kannski að skoða það dálítið vel. En við skulum halda aðeins áfram. Hér ert þú að taka stjórnina í eigin hendur, taka stjórn á þínu lífi. Það er ákveðið flæði sem að kemur hérna inn, sem að kemur með meira jafnvægi heldur en áður. Og enn og aftur eru svolítið tvíbent skilaboð hér. Og það er þetta með að taka stjórnina og fara að gera það sem maður þarf og síðan aftur að sleppa tökum og láta hlutina bara gerast sjálfkrafa. Það er hárfínt jafnvægi þar á milli sem að þú þarft svolítið að skoða. Tvíburi góður, en jafnvægið kemur einhver síður hérna inn. Hér er líka fyrirgefning, sættir, öryggi og velíðan sem að ef til vill voru ekki til staðar áður, er ef til vill eitthvað sem að þú ert búin að vera að sækjast eftir. Þannig að það má óska til hamingju með það, kæri tvíburi. Og síðan er mikil breyting hérna í spilunum, mikil hreyfing sem að segja mér það að þú og þetta samband sem að umræðir kemst aðeins úr sporunum og tekur á sig nýja mynd. Nýja og öðruvísi mynd. Þetta er, eins og ég sagði áðan, svolítið fínt samspil á milli þess að stjórna en fara ekki í ofstjórnun. Ef þið tekst að þræða þann svona gilda meðalveg, þá ætti þetta að ganga vel. Svo eru óvissu þættir hérna líka sem að koma inn eins og eru alltaf. Þannig að það er alveg sama hversu mikið þú ætlar þér að stjórna eða vilt stjórna, að það verður aldrei eins og þú heldur að það verði. Því að það eru hlutir hérna sem að þú hefur ekkert að segja í raun og veru. Ok, höldum aðeins áfram. Enn og aftur kemur þetta fallega jafnvægi hér inn. Frjósemin, keisarenjan er hérna með frjósemi og móðureðli. Ef til vill er einhvers konar fjölgun í fjölskyldunni. Og enn og aftur þetta óvænta element. Það getur verið óvænt element þegar að bætist við jöfnuna. Sjáu þið alla þessa hringi sem koma hérna í röð. Hringtáknið táknar að ljúka og ganga frá hlutum. Það er að segja klára eitthvað ferli, og hringtáknið táknar líka óendanleikan. Þannig að eitthvað er að ganga upp hérna hjá þér, kæri tvíburi.
Þú ert að fylgja innsæinu þínu, varðandi framhaldið. Þú mátt eiga von á einhverju óvæntu og skemmtilegu sem að örlögin færa þér. Það er tvöföld staðfesting á því hérna. Og síðan eru hérna pælingar varðandi andlegu svona stöðuna þína, andlega heilsu, þar sem að þú ert að sækja þér andlega þekkingu, sem að mér finnst svona benda til þess að þú ert að taka ákveðið þroskastökk bara í þínu lífi, sem að getur tengst þessu umrædda sambandi eða ekki, en þetta er allavega að gerast núna á næstunni og lífið þitt er að taka svolítið breytingum og er að fara úr ójafnvægi í jafnvægi. Það er eiginlega svona stærstu skilaboðin hérna til þín. Ok, svo eru hérna orkustöðvarnar, aðalorkustöðvar líkamans, spil sem að sýna það að rótarstöðin þín sé það sem að þú þarft svolítið að vinna í þessu ferli. Rótarstöðin táknar jú öryggi og næringu og hefur með fjármál að gera líka og afkomu. Þannig að það er svona þörf þín kannski fyrir öryggi sem er að koma fram hérna og öryggi eru þetta jafnvægi og þá er jafnvægi á öllum þáttum þegar öryggi er til staðar. Þannig að þetta svona, þetta ber alltaf sama brunni að það að mynda jafnvægi í lífið þínu hefur jákvæð áhrif á orkustöðina og svo það að vinna með orkustöðina þína kemur jafnvægi á lífið þitt. Þannig að þetta er svona, það eru skilaboðin hér. Og síðan er það sólarplexusinn og hann á meira við hinn aðilann, að ef til vill hefur þessi aðili sem umræðir neita sér í einhvern tíma eða ef til vill alltaf neita sér það sem hefur kallað á hann í raun og veru og hann núna í fyrsta skipti svolítið að fylgja því sem að á eftir að veita honum ánægju. Og það getur verið til dæmis ykkar samskipti eða ykkar samband. Þannig að það verður kannski svolítið svona gleðilega jákvæð opnun á orkusviðinu hans þegar að þetta samband ykkar nær ákveðnum, hvað ætlaði að segja? Já, nær þeim stað að verða að veruleika og að vera í jafnvægi. Ég verð að segja það samt, kæri tvíburi, að það er búið að vera svolítið erfitt að lesa spilið þín. Vegna þess að mér finnst orkan sem að kemur hérna vera að halda aftur af einhverju. Venjulega flæðir orkan til mín óhindrað og ég get síðan lesið hana eða túlkað hana. Það búið að vera mjög seigfljótandi orkuflæðið, skulum við segja. Og kannski er það þú sem ert að halda aftur af hlutum, nú eða hinn aðilinn. Það er einhver tregða hérna í gangi. Hvaðan hún kemur átta ég mig ekki alveg á. Það getur verið einhver ótti á bak við þessi samskipti eða þetta samband. Ef til vill óttin að hlutir verði ekki að veruleika, óttin að missa.
óttinn við að stíga fast fram og tjá tilfinningar sínar. Það getur verið einhvers konar tregða þar. Og ég á meira að segja sko erfitt með að tala hérna á köflum af því það er einhver stífla hérna í gangi. En allt í lagi, stundum eru hlutirnir bara eins og þeir eru og ef til vill verður næsti lestur auðveldari fyrir þig, kæri tvíburi. Þú ert kannski bara í þessum sporum akkurat núna. En ég er ekki alveg búin. Ég ætla að taka hérna eitt spil. Þetta spil er það sem þú vilt segja við hinn aðilann. Ok. Þú ert hræddur að hinn aðilinn sé að nota þig. Það er að segja einhvers konar svik eða prettir. Girl with a Snake heitir þetta spil. Hinn aðilinn þarf ekki samt að vera endilega stelpa. En þetta er spurning að setja skýr mörk en hafa þau samt ekki eins og ókleifan múr, þannig að enginn komist að þér. Varast það að vera notaður, varast að láta gabba sig eða láta tæla sig og þetta spil svona sýnir svolítið samspilið á milli þess að vera næmur eða vera empath eins og heitir á ensku og ég hef ekki ennþá fundið íslenskt orð yfir það. Og já, samspilið á milli þess sem er næmur og þess sem er narsisisti eða sjálfhverfur með eindæmum. Þannig að kannski hefur það verið eitthvað sem hefur orðið fjötur í fót, kæri tvíburi. Þú er eftir vil verið í þannig sambandi sem hefur eyðilagt fyrir þér svona svolítið trausti og trúna á sambönd og það er það sem að þú vilt koma framfæri við hinn aðilann. Ok, nú finnst mér bara eins og að hafi losnað eitthvað. Hérna. Ok, ég fór allt í hérna aðeins að geta tjáð mig betur. Þetta er það sem þú vilt að hinn aðilinn viti. Allt í lagi með það, bara gott að tjá sig það sem að þú hefur lent í. En hinn aðilinn aftur á móti, hann vill segja þér þetta hér. Ok. Hann hefur einhvern tímann átt í erfiðum samböndum líka, hvort sem við köllum þau karmísk eða ekki. Ég hef aldrei sett svona mikla neikvæðni í þetta karma orð eins og ég sé í mörgum spilum. En þetta er allavega sambönd sem eru svona laus í rásinni. Ég les bara það sem stendur hérna. Einhvers konar ólga, einhvers konar andúð og lexíur sem að fólk er að læra og það að sleppa hinum aðilunum og elska bara sjálfa sig. Þannig að þið hafi greinilega upplifað sitt af hvoru og bara flott að þið ræði það opinskátt, segi hvort öðru frá. Þannig getið forðast að lenda í sömu gildru og þannig getur hinn aðilinn líka skilið betur hegðun ykkar og hvers vegna þið eru ef til vill að halda aftur af ykkur. Þetta er bara frábært. Eitt spil í viðbót ætla ég að taka svona eitt fyrir þig og eitt fyrir hinn aðilann. Hér stendur einhver er með grímu. Það er svona bara partur af þessu sem ég var að segja að halda aftur af sér veri ekki alveg, hann sjálfur sýnir ekki allar sína hliðar eða er að leika leikrit fyrir hinn aðilann. Vera ekki hinn sanni þú. Og síðan er hérna bara aðlöðun, attraction, someone has their eye on you. Þannig að það er vissulega
þið laðist vissulega að hverjum öðrum eða hvert öðru hér. Það er einhver blöðum það að fletta. Og þess meiri ástæða er þá að sýna sitt rétta andlit svo að hinn aðilinn viti nú að hann sé að laðast að einhverju sem að er satt en ekki að hann sé að laðast að einhverju blekkingu. Ok, lokaspilið, kæri tvíburi, það er bara svona fallegt eitthvað fallegt hjarta sem ég tek hérna úr miðjum bunkanum. Ok, þú ert að leggja of mikið á þig, þú ert að reyna of mikið, gefðu þessu tíma. Já, það er bara gott mál. Vera ekkert að rembast, heldur leyfa hlutunum svolítið að gerast sjálfkrafa. Ok, þá er þessari mjög svo tregu lesningu lokið í bili og ég er aftur að horfa á alla hringina sem eru hérna sem segir mér bara þetta mun komast á leiðarenda þó síðar verði. Þannig að gefið þessu smá þolinmæði, gefið þér þolinmæði, kæri tvíburi. Leyfðu hlutunum bara að þróast og ekki stressaðu of mikið á þessu. Þá ætla ég bara að þakka fyrir. Ég vona að þið hafi fundið sannleikskorn í þessu lestri eða allavega að þið hafi haft gaman á honum. Ljós og kærleikur.